Halla, Gísli og Gutti á Hörgshóli að fara í smalareið ásamt öllum krökkunum úr sveitinni. Smalareiðin byrjar á messu á Hörgshóli, séra Guðmundur talar við börnin. En þá vaknar stóra spurningin, segir séra Guðmundur. Hverju og hverjum ætlum við að hlýða, krakkar? Við berum nefnilega sjálf ábyrgð á hverju og hverjum við ætlum að hlýða í lífinu. Segið mér eitt, látið þið hvert sem stjórn ykkur, gerið þið dómgreindarlaust allt sem ykkur sagt, hvað svo sem það kann að vera. Nú ætlum ég að segja ykkur sögu. Þetta sagan á honum Mumma litla. Hann var sonur bóndans á bæ sem ég var á þegar ég var lítill strákur. Mummi vissi óskup vel hvað það kostaði að gegna ekki pappa sínum. Mummi var nefnilega lamin ef hann gegndi ekki. Við erum heppin að eiga ekki svoleiðis pappa. Við eigum víst öll foreldra sem gott að hlýða og hægt að ræða málin við. Jæja, hér kemur sagan. Einu sinni slapp lítill kálfur út úr fjósinu hjá Mumma. Í kæti sinni yfir fengnu frelsi hugði kálf greið ekki að sér og stökk í loftkostum beint út í fjósveginn. Pappans Mumma var alveg bálreiður yfir þessu. Hann öskraði á kálfinn og reyndi að reka hann upp úr huggunum, spriklandi allt í kringum fjósveginn, en allt kom fyrir ekki. Kálfurinn var sokkinn í með alla 4 fæturna og satt gersamlega fastur. Í bræði sinni öskraði karlinn að Mumma. Farðu úr skóm og sokkum, strákur, brettu upp skálmadar, taktu þessa spýtu og lemdu kálfskrattan af öllum kröftum, þangað til hann fer upp úr haugnum. Hann sagði ýmislegt fleira sem ekki hafandi eftir. Mummi vissi óskup vel að hann gæti sjálfur fengið að kenna á spýtunni ef hann ekki gegndi, því hann hafði verið svo óheppinn að missa kálfinn út. Mummi fór úr og tók við spýtunni. Hann gekk, frekar óð út í forina, lengra og lengra að skjálfandi skepnunni. Stingandi augnaráð föður hans fylgdi honum eftir. Mummi lagði spýtuna frá sér, lagði höndin á herðakant kálsa, talaði róandi til hans og reyndi að losa upp einn og einn fót og fá hann til að mjakast aftur á bak. Pabbi hans Mumma öskraði, þetta þýðir ekkert, strákur, komdunum upp úr strax, segi ég. Mummi var innan við fermingu þegar þetta gerðist. Hann sagði ofurrólega, ætli þetta gangi ekki bara svona, pabbi, hann að losna. Málið var nú að vísu dálítið snúið, því það ekki auðvelt að fá hrættan kálf til að bakka út úr fjósum. Klukkustund síðar var kálfgreið komið á básinn sinn inn í fjósi, pappan runnin reiðin og Mummi í fótabað í bæjarlæknum. Ég hef alla tíð síðan dáðst að þessum strák, sem nú orðinn fullorðinn maður, og ég spurði hann seinna að því, hvers vegna hann hefði alltaf verið svona öruggur þegar hann var strákur. Já, svaraði hann, hún amma mín sem ól mig eiginlega upp, hún sagði alltaf við mig, gerðu alltaf það sem samviska mín segir þér að sé rétt. Hlýddu alltaf rödd Guðs í hjarta þínu. Þetta gerði ég alltaf og geri enn. Aftur og aftur, krakkar, þurfum við að taka ákvarðanir í lífinu til að öðlast öryggi og innri ró, en þá skulum við ávallt gjöra rétt en eigi órétt. Hlýddu ávallt rödd Guðs í hjarta þínu. Ég treysti ykkur, krakkar, til að gera það alltaf. Jæja, nú skulum við syngja svolítið. Hann Guttormur hér á Hörgshóli búinn að búa til nýtt lag sem orgaleikarinn okkar ætlar að spila fyrir okkur og kenna okkur snöggvast. Halla litla og Guttormur ætla að syngja það einu sinni fyrir okkur og svo taka allir undir. Sálmur með lagið á blaðsíðu 7. Svo að endingu óska ég ykkur góðra ferðar í smalareiðina. Séra Guðmundur kveður börnin út á hlaði að lokinni guðþjónustu og allir leggja á hesta sína. Þessi glæsilegi káti krakkahópur á í vændum skemmtireið í steikjandi sólskinni. Þegar loksins eftir 3 tíma reið komið upp í fjalladali, þá spretta smalarnir af sveittum hestum sínum. Þeir verða fegnir að grípa niður og fá sér teig úr ferskum fjallalæknum. Nú lagt í smalabú. Allir taka fram nestið og öllu raðað í grasið. Þarna eru kleinur, pönnukökur,
flatköku með hangikjöt og fleira. Það eins og allt verði svo listugt af ferðalögum, jafnvel þótt sumt hafi nú klert nokkuð á volkinu í nakttöskunum, en ráðist á krásirnar, pönsurnar eru uppurnar á svipstundu. Hundarnir fá líka vel úti látna bita af keksi og brauði. Eftir átið hefjast skemmtiatriðin. Þessi skemmtun nefnd Smalabústheiti. Lágur klettadrangur, sem rís þarna upp úr dalbotninum, hefur verið valinn sem einhvers konar leiksvið. Krakkarnir setjast á grasigróin balan, lágvaxin grávíður vex á víð og dreif og blágresis breiður gera staðinn undurfagran. Tveir strákar fara niður að læk. Þeir ætla að æfa aðeins einu sinni enn leikþáttinn sem þeir ætla að sýna. Þeir eru með tóma flösku og setja á hana vatn úr læknum. Annar strákurinn á að leika fyllibyttu. Þú slagar alltaf mikið, maður, segir hinn. Er ég ekki löggulegu með þessa derhúu og þetta prik, sáðu? Jú, æfum einu sinni enn ef enginn sér til okkar. Þeir vita ekki að ein stelpa úr hópnum hefur hort á þá. Hún sér annan súpa á flösku og vera reikulan í spori. Hún býður ekki boðana, kallar á krakkana og segir: Mér sýnist Siggi og Kári vera með brennivín. Ógurleg reiði grípur sig meðal krakkana. Þau bókstaflega æða niður að læk og taka Sigga, sem heldur á hálfri flösku af vatni og á sér einskis íls von, og stingunum í lækin. Stelpan hellir hátíðlega öllu úr flöskunum í grasið. Hvað gengur að ykkur, segir Kári, og er núna ekkert sérlega löggulegu lengur. Við vorum bara að æfa leikriti sem við ætlum að leika. Ég leik löggu og Siggi fyllikall. Það gekk illa að finna þurrföt á Siggagrei, en það er greinilega ekki alltaf dans á rósum að vera leikari. Einhver var með auka peysu, en buxurnar urðu bara þorna á honum. Þegar allt er komið í ró og spekt aftur, setjast krakkarnir og hundarnir á grasbalan fyrir framan klettin, en hrossin kroppa og velta sér niður í dalnum. Pála litla á Bjargi á að vera kynnir á Smalabústeitinni. Hún prílar upp á klettin. Fyrsta atriðið er týndi lykillinn. Kári og Siggi leika. Siggi er búinn að láta aftur vatn á flöskuna sína. Þeir klifur upp á klettin og leikriti byrjar. Siggi kemur syngjandi með flöskuna. Er þetta ekki númer 13? Mér sýnist það. Ég á einmitt heima á númer 13. Hvar er nú lykillinn minn? Hann þykist vera valtur á fótunum, finnur loks lykillinn eftir að hafa gramsað í vösunum. Nú, það eru bara 2 skráargöt á hurðinni. Það er aldeilis þægilegt. En það er eitthvað vont að hitta á þessu skráargöt. Þarna misti ég nú lykillinn. Hann fer að leita að lyklinum. Verst hvað er dimmt hérna, maður sér sko ekki glóru. Það er miklu bjartara þarna hinum megin. Þar er sko ljósastaur. Hann rambar yfir á hinn endan á klettinum og fer að leita þar, skríðandi á 4 fótum. Löggan kemur, það er Kári, sveiflar prikinum. Hann bankar í öxlina á fyllibyttunni. Heyrðu góðinn minn, týndir þú einhverju? Já, ég sko týndir lyklunum mínum. Löggan hjálpar fyllibyttuna að leita og þeir skríða báðir á 4 fótum. Hér er engin lykill, segir löggan. Ertu vissum að þú hafi týnt honum hérna? Já, ég týnt honum nú hinum megin, en það er bara miklu bjartara hérna, betra að leita í birtunni. Óánægju svipur kemur á lögguna. Löggan finnur strax lykilinn þar sem fyllibyttan týndi honum. Heyrðu góði minn, segir löggan. Þessi lykill gengur alls ekki að þessu húsi. Ert þú að reyna að brjótast inn? Nei, segir Siggi. Er þetta ekki drykkjuboltagata númer 13? Nei, þetta er fótboltagata 13. Löggan leiðir fullakallinn burt.
Krakkarnir hlæja og klappa og leikararnir hneigja sig. Því krakkarnir hlæja nú aðalega að því hver asnalegt leikriti var. En Kári og Siggi höfðu nú svoðið þetta sama sjálfur upp úr gömlum brandara. Næsta leikrit heitir Tvöföld uppskrift, segir kynnirinn um Pála litla. Jónki á fjalli leikur leikrit eftir sjálfan sig. Jónki leikur bakara. Bakarofnin er pappakassi og Gunni, bróðir hans Jónka, er falinn á bak við klettin, tilbúinn með rautt reykblis sem hann á að kveikja á þegar stíkistukakan fer að brenna. Já, látum okkur nú sjá, segir bakarinn. Ég ætla að baka stóra köku. Tvöfalda uppskrift. Hér stendur 1 egg, það gera 2 egg. Hann þykist taka egg. 100 gram sykur, ég tek 200. 1 desilítur mjólk, það verða 2 desilítur mjólk. 250 gram hveiti, já það gerir 500 gram hveiti. 1 teski lyftiduft, þá tek ég 2 teskiða lyftiduft. Jónki þykist vera að hræra deig í skál. Bakist í hálftíma, þá baka ég í klukkutíma. Þetta er jú tvöföld uppskrift, ekki satt? Hálftími sinnum 2 gerir klukkutíma. Láta deigið í form, já, svona já. Bakist við 200 gráður. Þá baka ég við 400. Þetta er jú tvöföld uppskrift. Láta kökuna í ofnin, svona já. Hann stingur þykjast kökun inn í pappakassan og lokar. Stilla ofnin á 400 gráður. Jónki þurrkar sér hendurnar á maganum á sér. Þá að bíða eftir að kakan bakist. Gunni kveikir nú á blísinu fyrir aftan pappakassan og rauður reykur stígur upp. Jónki þykist vera allur í pati, blæsa á ofnin, bandar frá sér með höndunum. Kakan mín og kakan mín. Reykurinn verður meiri og meiri og svo kveikir Gunni í pappakassanum. Krakkarnir hlæja. Þetta leikrit var pínulítið skárra en hitt. Jónki og Gunni með blísið hneigja sér djúpt og fá duglegt klapp. Bjössi á hóli fer með draugavísur eftir sjálfan sig, kynnir Pála næsta atriði. Hún er dálítið feimin um Pála, en líka svolítið montin yfir að vera kynnir. Hún er 8 ára. Bjössi á hóli er feitur og kátur strákur og allsendis ófeimin. Kvæðið heitir Varnaðar orð til ökumanna á heiðinni. Ég var á heiðinni, ég var á leiðinni. Ég var á 100, á Cadillacnum, ég glemdi við tjaknum, ég skipt með það. Ég var á leiðinni, ég var á heiðinni, ég var á 100, en þá sprakk og ég hef ekki tjakk. Bíllinn hentist út í urð, út í skurð og ég dó og þó. Ég er á heiðinni, ég er á leiðinni, ég er á heiðinni og ég príla upp á fólk og bíla og ég príla upp á þak og hlæ. Hó. Ég er á leiðinni, ég er á heiðinni, alltaf á heiðinni. Hó. Allir skemmta sér konunglega þótt sprellið sé heldur þunnt. En það eru allir komnir til að skemmta sér og Bjössi fær gott klapp fyrir kvæðið.